Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að nemendur 8. bekkjar grunnskóla verði gefinn kostur á sumarstörfum hjá Vinnuskóla Reykjavíkur frá og með júní mánuði 2014 og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég mæli hér fyrir tillögu að unglingum sem í 8. bekk grunnskóla borgarinnar gefist færi á að fá sumarstörf að nýju hjá Vinnuskóla Reykjavíkur. Tillagan svo hljóðandi: lagt til að nemendum 8. bekkjar grunnskóla Reykjavíkur gefist á ný kostur á að fá sumarstörf hjá Vinnuskóla Reykjavíkur frá og með júní mánuði 2014. Auk þess lagt til að leita verði leiða til að bjóða upp á fjölbreyttari störf en þau sem hafa verið í boði hingað til fyrir nemendur grunnskólans. Í greinargerðinni segir svo: hingað til hefur það verið meginhlutverk Vinnuskólans að bjóða nemendum úr efstu bekkjum grunnskólans upp á sumarstörf, aðallega við garðyrkju í uppbyggilegu, öruggu og hvetjandi starfsumhverfi. Það mikilvægt að í boði sé meira val og fjölbreytni til að koma til móts við áhuga og þarfir ungmenna á þessum aldri. Starfsstaðir Reykjavíkurborgar eru fjölmargir og víða má nýta krafta ungmennanna, svo sem við létt viðhald og málingarvinnu á leikskólum, í sumarfrístund og víðar. Vinnuskóli Reykjavíkur var stofnaður árið 1951 og hefur starfað óslitið síðan og hefur hróður hans borist víða og fulltrúar skólayfirvalda á Norðurlöndum hafa komið sérstaklega hingað til lands til að kynna sér starfsemi hans. Frá upphafi til 1967 áttu 13 til 15 ára unglingar kost á sumarstarfi hjá Vinnuskólanum. En frá 1967 var miðað við nemendur sem veturinn á undan höfðu setið í 1. og 2. bekk gagnfræðaskólanna, nú 8. og 9. bekk grunnskóla. Árið 1995 var nemendum í 10. bekk bætt við þennan hóp sem fékk sumarstarf hjá Vinnuskólanum. En árið 2011 var svo hins vegar þrengt verulega þessari starfsemi og hætt að bjóða 8. bekkingum upp á sumarstörf á vegum skólans. Þannig að nú tekur Vinnuskólinn einungis við nemendum úr 9. og 10. bekk. Auk þess hefur vinnutímabili verið stytt verulega. Þetta neikvæð þróun sem þarf að snúa við. Markmið Vinnuskólans hafa ekki breyst mikið í áranna rás. Unglingarnir öðlast víðsýni, fá þjálfun við verkleg störf og öðlast verkþekkingu sem gott veganesti út í lífið. Dulda markmiðið eða undirliggjandi markmiðið ekki síst það forvarnargildi sem starfið þar hefur í för með sér fyrir unglingarna og því enn mikilvægara að efla starfsemi Vinnuskólans á ný og sjá til þess að allir unglingar frá 8. til 10. bekk eigi þess kost að fá sumarstörf hjá skólanum. Forseti, eins og fram kemur í greinargerðinni hefur verið þrengt verulega starfsemi Vinnuskólans frá árinu 2011. Auk þess að falla frá því að bjóða 8. bekkingum upp á sumarstörf var starfstími hjá 9. og 10. bekkingum styttur viku. Þetta slæm þróun sem við eigum að sjálfsögðu að snúa við, því það mikilvægt að unglingarnir hafi að einhverja hverfa þegar skóla lýkur og hafi nóg fyrir stafni og læri að vinna undir handleiðslu góðra leiðbeinenda í jákvæðu og uppbyggilegu umhverfi. Starf ungmennanna líka þýðingarmikið hvað varðar umhirðu borgarlandsins, fegrun þess og snyrtingu. Forseti, það kannski ekki tilviljun að á sama tíma og þrengt hefur verið verulega starfsemi Vinnuskólans að umhirðu og graslætti hefur verið verulega ábótavant í borginni. Forseti, það von mín að meirihlutans opnist fyrir mikilvægi þess að unglingunum verði sköpuð sumarstörf hér í borginni og að umhirðan verði jafnframt bætt. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar. Hér liggur fyrir tillaga að 8. bekkingum gefist á ný kostur að fá vinnu í Vinnuskólanum eins að þau verði fjölbreyttari. Ég tek undir að Vinnuskóli Reykjavíkur hefur skipað stóran sess í lífi ungmenna síðustu 60 ár í borginni.
Sjálf má ég því starfið þakka ágætiskunnáttu á óvanalegum jurtum og leynihornum í grasagarðinum í Laugardal. En eins og fram kemur í greinargerð tillögunnar var skólinn stofnaður 1951 og ég sammála forvarnagildi skólans sem hefur góð áhrif á ungmennin. En þrátt fyrir frábært starf eru tímarnir breyttir, bæði samfélag og svo fjárhagslega staða borgarinnar. Og einmitt vegna fjárhagslega slæmrar stöðu borgarinnar var svo aðgerð að einungis 9. og 10. bekkur fengi starf, einn af þeim sem þurfti að ráðast í fjárhagsáætlunargerð árið 2010. Og því hefur ekki verið boðið starf fyrir 8. bekk í vinnuskólanum síðan þá eða síðustu 3 sumur. Vinnuskólinn býður vissulega upp á takmarkað fjölbreytt störf, en þessa móti reynir hann að koma til móts við ungmennin með fjölbreyttri og skemmtilegri fræðslu. Þar sem vinnuskólinn er á vegum umhverfis- og skipulagsráðs er ekki hlaupið í hvaða starf sem og þarna erum við að tala ungan og óreyndan hóp eins er mikilvægt að finna störf sem hægt að bjóða mörgum og þess vegna verða flest ef ekki öll störfin tengd garðyrkju á einhverjum hætti. Undir traustri stjórn leiðbeinanda og ljóst að það hagkvæmast í stöðunni eins og Ég mjög hlynnt virkni ungmenna og ég man að þegar við tókum þessa ákvörðun á sínum tíma hafði ég bara þó nokkuð miklar áhyggjur. En það jú það sem oft erfiður hlutin á okkar starfi að taka slíkar ákvörðunir. Í framhaldinu á þessari ákvörðun var reynt að leggja áherslu á að auka frístundatilboð fyrir unga fólkið. Held að það sé líka mikilvægt að nefna það að mikið hefur breyst síðustu ár og að ungmennin taka mun meiri þátt í einum ýmsu tómstundum sem borgin styrkir myndulega, bæði í formi styrkja og með frístundakortinu. Ég ger mér fullkomlega grein fyrir því að auðvitað tómstundatilboð ekki það sama og vinna sem maður þarf að mæta til. En enga síður eru unglingar á Íslandi mjög virkir og ég held að við þurfum ekki kannski að miklar áhyggjur af akkúrat þessum hópi. Úr skýrslu yfirliti við sumarstörf 2013 komið inn á starf vinnuskólans. Það að segja fyrir þessa sem eru þá í 9. og 10. bekk. En þeir sem eru í 9. og 10. bekk og sækja starf í skólanum fá starf. Skráningar vinnuskólans voru alls 1588 síðastliðið sumar 2013. Í grunnskólum Reykjavíkur eru í þessum árgangum 2731 nemandi og því voru aðeins 58% nemenda sem þáðu starf. Sem segir mann að kannski eftirspurnin ekki eins mikil eftir þessum störfum eins og kannski áður var. Þannig að maður spyr sig hvort að þetta sé ekki endilega þá starfi sem fólk að sækjast eftir. Nú fyrir vikið þar sem að það sótt ekki allir þá skapaði svigrúm og var ákveðið að ráða inn ungmenni á 17. ári. En það hefur til margra ára verið svo hópur sem síst fær starf hjá borginni. Ég held að það hafi verið góð lausn og eins held ég að flestir sem inn í þessum sal sitja hafa heyrt á umræðu að kannski ætti vinnuskólinn frekar að bæta við sig árgangi og þá þeim sem eru á 17. aldursári. Ég hef haft mikinn áhuga ásamt öðrum borgarfulltrúum að ég held að slíkt skref verið tekið. En eins og með allt það þá þarf auðvitað fjármagn til. Flestir sem hér sitja þekkja einnig til þess að hlutfall ungs fólks, sérstaklega þá á aldrinum 18 til 25 ára, sem í atvinnuleiti að þiggur fjárhagsaðstoð af borginni mjög hátt hér í Reykjavík og hefur verið lagt mikla áherslu á að styðja við þann hóp til að snúa við hættulegri þróun. Því hefur verið mikil samstaða, allavega hjá meirihlutanum, að einbeita okkur sérstaklega þessum hópi þegar kemur að atvinnusköpun. Í fjárhagsáætlun þessa árs þó gleðilegt að ákveðið var að setja 50 milljónir sérstaklega inn til að auka atvinnuþátttöku 17 ára. Það þýðir alls ekki því miður vinnu fyrir öll þessi ungmenni sem þess óska, en þetta var ákveðið í kringum áramót. Það að segja ekki að við sem setjum þekkjum það að oft hefur fjármagn komið inn rétt fyrir sumarið, en núna höfum við haft dágóðan tíma til að byrja að skipuleggja sumarið og því líklegt að fleiri störf skapist. Og eins nú í vinnu hópur að störfum að skapa störf meðal annars í frístundamiðstöðum, skapandi sumarstörfum og hjá íþróttafélögum fyrir þennan hóp. En vissulega þarna ég að tala 17 ára hópinn. En aftur að unga hópnum sem ræðir. Á 40. fundi skóla- og frístundaráðs þann 15. maí 2013 síðastliðinn var óskað eftir úttekt á aðsókn 8. bekkinga í félagsmiðstöðvarnar yfir sumartímann. Örlítil aukafjárveiting fékkst þetta sumarið til félagsmiðstöðvarstarfsins undir þeim formerkjum að koma frekar til móts við þarfir unglinga sem voru að ljúka 8. bekk, þá einkum á dagtíma.
Félagsmiðstöðunum voru gefnar frjálsar hendur við nánari útfærslu og var niðurstaðan ólík milli félagsmiðstöða þetta sumarið, enda félagsmiðstöðunar ólíkar. Eftir situr reynsla af sumrinu sem mikilvægt og við getum kannski nýtt okkur það frekar inn í vinnuna fyrir næstu sumur. Í þessari skýrslu eða samantekt kemur meðal annars fram að þátttakan var almennt ekki eins mikil og vonast var til, en flestir voru sammála að þátttakendur í starfinu, bæði opnu starfi og hópastarfi, hafi einmitt fallið undir þann markhóp sem félagsmiðstöðvarstarfinu ætlað, það er að ná til unglinga sem ekki fást við annað í frítíma sínum yfir sumarið. Almennt virtist þátttaka stúlkna eða stelpna hafa verið meiri, bæði í klúbbastarfi en sér í lagi opnu starfinu. Unglingar í 8. bekk skiluðu sér alla jafnan vel inn í annað starf félagsmiðstöðvarinnar yfir sumarið og var stór hluti þeirra sótti annað opið starf í félagsmiðstöðvunum. Eins og ég sagði áðan, félagsmiðstöðvarnar fóru ólíkar leiðir og sums staðar var skipað 8. bekkjarráð og ég held að það sé góður kostur að hafa 8. bekkingana sjálfa í því starfi að skipuleggja þetta með okkur. Í kjölfarið var einnig gerð af tölfræði og rannsóknarþjónustu skóla- og frístundasviðs könnun meðal unglinga sem luku 8. bekk vorið 2013 og skoðað var meðal annars atvinnuþátttaka unglinganna, þátttaka í tómstundastarfi og öðrum viðfangsefnum og líðan og félagatengsl. Að mér skilst þá eftir að kynna þessa niðurstöður í skóla- og frístundaráði, ég held að það sé bara full ástæða til að við kynnum okkur þetta betur, en svona í það helst að þá sýnist manni að til dæmis innan við, niðurstöðurnar kom ekki óvart, það var lögð könnun fyrir unglinga í 6 skólum í sitthvoru hverfinu, Réttarholtsskóla, Árbæjarskóla, Hlíðaskóla, Seljaskóla, Rimarskóla og Hagaskóla, þannig að svona fer nokkurn veginn inn í öll hverfin. En þar kom meðal annars ljós, þótt ég ætla ekki að fara yfir þessa könnun því að það áttir að kynna hana, að helmingur unglinganna taldi sig hafa verið í launaðri vinnu síðastliðið sumar, hlutfallslega fleiri stúlkur en drengir, og eins kom fram að næstum 2 af hverjum 3 unglinganna eða 63% voru í einhverju skipulögu frístundastarfi síðastliðið sumar og þá spyrir maður sig hvað með þennan þriðjung sem ekki sótti, en þá var ein spurning sem svaraði því þá að sá hópur sem ekki tók þátt í skipulögu frístundastarfi sagði ástæður þess helstar að ekki hafið haft tíma fyrir slíkt eða áhugann hafið vantað. Þannig að í rauninni svona með við þetta þá höfum við held ég bara verið að mæta ungmennunum ágætlega. En enga síður held ég að við eigum að kanna þetta betur. Annað sem kom í ljósi þessu var líka það að unglingarnir höfðu haldið góðu sambandi yfir sumar og ég held að það sem skiptir líka máli að ungmennin sé að halda sambandi og það þá væntanlega gegnum íþróttastarf og annað. En ég held að við eigum að halda áfram að þróa skemmtilegt tómstundastarf í frístundamiðstöðvunum okkar frábæru og eins og ég nefndi hérna áðan best að ungmennin komi sjálfa að því að skipuleggja hvernig þau sjá fyrir sér að geta verið virk yfir sumarið. Að lokum þá vil ég nefna það í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 sem var samþykkt í desember árið 2013 að í henni var ekki gert ráð fyrir útgjaldaauka vegna þessa árgang sem hér til umræðu í vinnuskólanum. Að því sögðu þá hyggist við ekki samþykkja þessa tillögu í dag og boðum bókun. Það var borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu, það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka Evu Einarsdóttur borgarfulltrúa fyrir yfirferðina og upplýsingarnar varðandi félagsmiðstöðvarnar og það tilboð sem unglingunum stendur þar til boða yfir sumartímann. En þar kemur einmitt í ljós að þáttaka í þessu félagsstarfi og þessu frístundastarfi er ekki svo sama og myndi vera í skipulagðri vinnu hjá vinnuskólanum. Og foreldrar hafa gríðarlegar áhyggjur af börnunum sínum yfir sumartímann því að þau hafa eiga miklu lengra sumarfrí heldur en foreldrarnir sjálfir. Og við vitum það alveg sem foreldrar hér inni að unglingar eiga það til að snúa við sólarhringnum og hanga yfir tölvunni og það er erfitt að fá það til þess að fara út og hreyfa sig. En vinna í vinnuskólanum, hún gerir hvoru tveggja að hún kemur skikki á svefntímann og reglu á líf unglinganna og ýtir undir hreyfingu og útiveru og hérna er bara hið besta mál.
En þannig að ég hef miklar áhyggjur af þessum ungmennum sem að eiga eftir að ráfa hér borgina og snúa við sólarhringnum næsta sumar úr því að meirihlutin ætla sér ekki að samþykkja þessa tillögu okkar. En mér skilst að hagræðingin sem varð af því að fella niður þessi sumarstörf 8. bekkingana hafi verið svona upp á 33 milljónir eða svo. Ég hefði í sporum meirihlutans forgangsraðað öðruvísi. Ég hefði til dæmis ekki farið í götuföndrið á Hofsvallagötu eða mála doppur á Hverfisgötuna eða færa til styttur. Ég hefði forgangsraðað í þágu barnanna. Þetta ekki nema 1435 unglingar sem í Reykjavík og við eigum að hlúa vel að þeim og við eigum að gefa þeim kost á að fá vinnu og geta unni sér smá pening yfir sumartíma. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir. Já, ég hef ekki gífurlegar áhyggjur af þessum hópi, þó ég vissulega vilja vita af sem flestum, hvort sem þau séu 13 eða jafnvel eldri í einhverju virkni. En borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir nefndi hér þá hagræðingu sem varðar af því að taka út vinnu fyrir þennan hóp 2011 og það vissulega rétt að það voru cirka 33 eða 34 milljónir. Ef við uppreiknum það til verðsins í dag, þá ég viss að það nái langt upp í þær 50 milljónir sem við ætlum nú að verja í að skapa störf fyrir 17 ára ungmenni og það verður mjög gott að vita af þessum 17 ára ungmennum sem þessi hópur það er hópurinn sem að klára fyrsta árið í menntaskóla og hvað í mestri hættu við að lenda í brottfalli úr framhaldsskóla og að því sögðu þá þótt að við viljum svo sannarlega jafnvel geta veitt fleirum störf líka fullorðnum því að við skulum athuga það að hér atvinnuleysi líka fyrir þá sem eldri eru, þannig að ég tel mikilvægt að við sem núna að leggja áherslu á þennan 17 ára hóp og með fjölbreyttum frístundar tilboðum, þá held ég að við sem bara gera ágætlega. Það borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir, lokið við það að svara andsvari. Þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þessi tillaga ágæt, svo langt sem hún nær. Hefði kannski mátt koma fram á milli umræðuna í fjárhagsáætlun, en allt í lagi, og getur alveg eins komið fram núna, en þetta náttúrulega snýst eitthvað sem hefði þurft að plana langt fram í tíman og ég hef talað fyrir því lengi að við séum aðeins framsýnni heldur en við höfum verið í gegnum tíðina þegar kemur að sumarstörfum. Við höfum alltaf verið, og bara öll árin, frá því að ég byrjaði í pólitík og raunar löngu áður, hafa sumarstörf ungs fólks verið eitthvað viðfangsefni svona í apríl og maí. Það hafa verið settar einhverjar milljónir, kannski tugir milljóna inn í fjárhagsáætlun, en svo hafa hinir raunverulegu peningar verið að koma inn í apríl, maí og alveg fram í júní, vegna þess að stjórnmálafólk hefur einhvern veginn ekki nennt að gera ráð fyrir þessu á hinu pólitíska vettvangi, á meðan sem sagt verið að forgangsraða, þegar hinn raunverulega forgangsröðun fer fram, að þá eru stjórnmálamenn að forgangsraða einhverju allt öðru og átta sig svo á því þegar líður á vorið og ungmennin fá enga vinnu að það þarf að gera eitthvað í málinu og þá sullað einhverju inn á ófyrirséðu. Þessi tillaga finnst mér, með fullri virðingu fyrir borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, vera pínu svona. Að það einhvern veginn, fólk farið aðeins að huga að vorinu og hefur pínu áhyggjur af því hvað að gerast og vill þá einhvern veginn bjarga málunum með því að laga vinnuskólan akkurat núna. Þetta líka held ég, þó að ég hefði ekkert á móti því að 8. bekkur færi inn í vinnuskólan aftur og það tekið upp, eða þessi sparnaðaraðgerðir í rauninni tekin tilbaka, að þá finnst mér þetta ekki vera það mikilvægasta af öllu. Ef ég ætlaði að leggja fram tillögu núna, ef ég teldi slíka stöðu vera uppi að við yrðum að gera eitthvað akkurat núna, að þá myndi ég miklu frekar leggja það til að 17 ára krakkar færu inn í vinnuskólan heldur en 8. bekkur. Þó svo ég vilji bæði og ég ítreka það.
virðingavert að við skulum hafa farið af stað með sumarfélagsmiðstöðvar fyrir 8. bekkinn og það gott ef einhver hverfi að koma almennilega til móts við 8. bekkingana, en það þarf að gera betur, það alveg ljóst og annarkvort verður þá að setja meira fjármagn og meira, leggja ríkari áherslu á að bæta það starf þannig að krakkarnir upplifi það raunverulega að þau hafa eitthvað að gera þarna og að þetta komi raunverulega í staðinn fyrir vinnuskólan eða við verðum að taka krakkana aftur inn í vinnuskólan. Það ekki hægt og það algjörlega ólíðandi ef að krakkarnir hafa engan samastað til að vera. Við verðum að axla ábyrgð sem borg og þessir krakkar eins og við vitum öll og ég ætla ekki að fara yfir það aftur, ég meina það ekki hægt að þessir krakkar mæli göturnar á sumrin. Þetta áhættu tími mikill, það talað að unglingar byrja að reykja og drekka á sumrin og fara að gera hluti sem að þau ella myndu ekki gera og frítíminn ekki nægilega uppbyggilegur frítími talin vera ein af ástafanum fyrir því. Þannig að ég get alveg tekið undir það er mjög mikilvægt að borgin bjóði upp á eitthvað fyrir unglinga. Ég aftur á móti hrifnari og tel ennþá brýnna að við komum til móts við 17 ára krakkana og það hef ég talað mjög oft, ég talaði það í undirbúningi fyrir fjárhagsáætlun, það var þar sem ég taldi rétt að koma með tillögur sem þessar, kom meira sem með tillögum þetta á milli umræðna, var með tillögur þetta inni í ráðinu þegar við vorum að forgangsraða þar og hef talað fyrir því alltaf að við reynum að koma til móts við 17 ára krakkana vegna þess að þau eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur hérna áðan og í greinagerðinni að þá hefur þróunin verið svolítið svo að seinka barnæskunni, leyfa börnum að vera börn aðeins lengur og þess vegna var 10. bekknum bætt við þarna 85 eða einhvern tímann á 9. áratugnum. Áður var 10. bekkur, eða krakkar eftir 10. bekk sem það var 9. bekkur, krakkar sem voru búin með grunnskóla, þeir voru bara komnir út á vinnumarkað. Þeir þurftu ekki að fara inn í vinnuskóla og þá litum við bara á þessa krakkar sem venjulegt vinnuafl og þau áttu bara að fara og afla sér tekna. Síðan ákveðið að þessir krakkar að þeir eru ekki orðnir 16 ára að þá fái þeir að vinna eða þá fái þeir að vera með í vinnuskólanum vegna þess að þau eru ennþá börn. Og það er bara gott. Kannski hluti af því og ég væri alveg til í þá umræðu og þess vegna aðeins skeptísk á þetta með 8. bekkinn. Kannski hluti af því að við eigum ekkert að vera að setja 8. bekkinga í vinnuskóla. Þau eru bara ekkert orðin nógu þroskuð til þess. Þau eiga bara að fá að vera börn og þau eiga ekkert að þurfa að vera í vinnuskóla. Gott og vel, ég til í það, en þá skulum við líka virða það að 17 ára krakkar eru börn og þau eiga þá að vera í vinnuskóla. Við getum ekki gert bara annarkvort eða. Við verðum ef við ætlum að viðurkenna barnæsku og börn, að þá eigum við að bjóða 17 ára krökkum upp á vinnuskóla vegna þess að þau eru sannarlega ekki orðið fullgilt vinnuafl. Þau eru ekki orðin sjálfráða og þau eiga að vera á ábyrgð fullorðinna. Við getum ekki falið þeim neina ábyrgð og það þannig að 17 ára krakkar fá sem sagt ekki vinnu, þau fá ekki að vera í vinnuskólanum og þau hafa ekkert að gera. Og þá erum við komin út í mjög alvarlegt ástand vegna þess að 17 ára krakkar, þau þurfa á sumarhýrunni að halda. Það raunveruleg þörf þar fyrir fjármagn vegna þess að þau þurfa að geta haldið áfram í menntaskóla. Og ég alveg sannfærð það að einhverjir krakkar detta beinlínis úr námi vegna þess að þau fá ekki starf yfir sumarið. Það ekki öll börn sem eiga foreldra sem geta hjálpað þeim með þau lágu skólagjöld sem samt eru í menntaskólum og það ekki öll 17 ára börn sem að geta fengið peninga til þess að sjá sér farborða og kaupa skólabækur yfir veturinn. Sumir eru algjörlega háðir sumarhýrunni og mér finnst mjög mikilvægt að við komum til móts við þessa krakka með því að bjóða upp á störf og við eigum að gera það, þau geta gert það og við getum gert það í gegnum vinnuskólanum. Þannig viðurkennum við bæði að þau séu börn og að þau þurfi á sumarhýrunni að halda og ekki síður að þau geri gagn vegna þess að þau gera gagn þó þetta heiti vinnuskóli og það svo sem eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur hérna áðan að auðvitað og 8. bekkurinn gerir sannarlega líka gagn og gerði það. Ég meina hann tók virkan þátt í umhirðu borgarlandsins. En þá erum við líka komin á öðrum hlut sem að mér finnst skipta mjög miklu máli. Ég veit að í einhverjum umræðum inn á bæði skóla- og frístundasviði og umhverfis- og skipulagssviði og það eitthvað samtal hafið á milli þessara tveggja sviða til þess að útvíkka starf vinnuskólans. Skilgreining á vinnuskólanum og það mjög skemmtilegt að vinnuskólinn sé í einhverju þróun, auðvitað á hann að þróast í takt við samfélagið. Í gamla daga var vinnuskólinn alveg eins og á sama tíma og börn voru orðin fullorðin og voru orðin fullgilt vinnuafl þegar þau voru 16 ára, að þá var vinnuskólinn líka bara miðaður að verklegri vinnu.
bara að vinna þar sem við vorum með skóflu og exi og málningu og tína rusl og gera eitthvað úti og eitthvað svona, en það miklu meira sem vinna heldur en það. Það líka vinna að hugsa börn, það vinna að taka þátt í frístunda starfi, sumarfrístund, það vinna að vera á leikskóla, það eru alls konar, við rekum ótrúlega fjölbreyttan starfsvettvang sem Reykjavíkurborg og við eigum að kenna börnum og þjálfa börn í miklu fleiru heldur en bara þessum verklegu framkvæmdum sem við höfum verið að kenna þeim upp á síðkastið eða allt frá upphafi vinnuskólans í rauninni. Þetta komið inn alls konar mjög mikilvæg og skemmtileg fræðsla í vinnuskólan sem svona aðeins öðruvísi heldur en var í upphafi, en það má útvíkka þau störf sem í boði og þau geta gert gagn á fleiri sviðum heldur en bara í umhirðu borgarlandsins, alveg í samferð það. Þannig að það ekki bara unglingarnir sem að græða ef að 17 ára krakkarnir komast inn með því að fá pening, það ekki bara borgin sem að græðir á því að fá störf þessara krakka inn og þar með vinna upp þeirra, heldur myndum við græða líka samfélagslega vegna þess að það heilmikil fjárhagsleg og félagsleg forvörn í því að tryggja að krakkarnir haldi áfram í námi og að þau séu félagslega virk og afli sér einhverja tekna yfir sumartíman. Og þá ég aftur að tala 17 ára unglingana. Hver einasti unglingur sem að dettur út úr skóla kostar svo miklu meira heldur en það sem við værum að borga til þess að halda út í vinnuskóla fyrir 17 ára krakka. Og það í alvörunni að segja við höfum ekki efni á því að reka vinnuskóla fyrir 17 ára krakka ekkert nema skammsýni. Það bara pólitísk skammsýni vegna þess að við vitum það að með því að rekan þá getum við komið í veg fyrir svo mikinn kostnað á velferðarsviði og í atvinnuleysisbótum og í virkniverkefnum til þess að koma krökkunum aftur á lappirnar sem að detta út og það þarf ekki nema 1 eða 2 til þess að við séum farin að borga meira heldur en við hefðum gert ef við hefðum rekið vinnuskóla fyrir 17 ára krakka. Þannig að ég hvet ykkur kæra borgarstjórn til þess að skoða þetta fullri alvöru og auðvitað höfum við rætt þetta inn í atvinnumálahópnum og það mjög vel að við séum farin að reka þann atvinnumálahóp og hann sé starfandi aftur, hann var það ekki lengi lungan úr kjörtímabilinu, en við þurfum að gera svo miklu betur. Við þurfum að passa upp á að ungmenni hafi fjölbreytt og spennandi sumarstörf yfir sumartíman og við verðum að axla ábyrgð sem atvinnurekandi og sem stjórnvald til þess að tryggja að unglingar geti verið félagslega og fjárhagslega virk og ábyrg, jafnvel þó að þau séu ekki orðin sjálfráða. Ég finn að ég orðin pínu æst í þessu öllu saman, en þetta mér mikið hjartansmál og það skiptir gríðarlega miklu máli að við tökum okkur á í þessum efnum. Ég ætla að láta staðnum í bili, hver veit nema ég komi hér inn aftur, en ég hvet ykkur aftur til þess að skoða af fullri alvöru það að við tökum 17 ára krakka inn og höldum áfram þeirri þróun sem að kemur svo berlega í ljós í greinargerðinni með tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að leyfa börnum að vera börnum lengur og bjóða þeim þar með upp á menntun upp að 18 ára aldri. Það var borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir loki máli sínu og það var borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek heilshugar undir með Sólveigu Tómasdóttur borgarfulltrúa að störfin þurfa að vera fjölbreytt og þau þurfa að vera spennandi og þau þurfa að vera skemmtileg og við þurfum að útvíkka starfsemi vinnuskólans. En mér finnst umræðan hafa svolítið snúist upp í það að svona annarkvort eða umræðu, annarkvort ætlum við að fara að bjóða 8. bekkingum upp á sumarstörf í vinnuskólanum eða 17 ára unglingum. En tillagan snýr hér í dag að því að snúa við þeirri þróun að taka þessa vinnu af 8. bekkingum vegna þess að hér áður fyrr stóðum þessi vinna til boða og við erum bara að tala að fara aftur til fyrri tíma og bjóða þeim þessi störf á ný. En tillagan tvíþætt og hún snýst fjölbreytileika starfa og ég sé að hér eru nú allir inni sem hafa tekið til máls hafa tekið undir það að það þurfi að endurskoða þessi störf með það í huga að gera þau fjölbreyttari og ég ánægð að heyra það. En ég hins vegar döpur að heyra það að það sé ekki tekið undir það að 8. bekkingar fái þessi störf í sumar.
Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við það að veita andsvar og þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég kom hér upp aðalega til að taka undir flest af því sem að borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir sagði og það þýðir þó ekki að ég hef komið á móti því sem að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir sagði. En ég sammála þessum áherslum sem að komið fram í máli borgarfulltrúin Sóleyjar Tómasdóttur og ég held einmitt að 17 ára aldurinn að hann sé mjög kritískur og mikilvægur aldur. Og ég líka sammála því sjónarmiði sem kom fram að það hægt að hugsa aðeins út fyrir boxið þegar við erum að skilgreina störf og við eigum að gera það og ég held einmitt að þessi aldur hann getur skipt sköpum fyrir velferð þessar ungmenna síðar meir því að nákvæmlega þessum aldri gerast hlutir sem að geta stemt í góða átt og stemt í mjög vonda átt. En mér dettur líka í hug að segja frá því í samtökum Vinnuskólann að ég á son sem 16 ára og hann var í síðasta sumar fór í Vinnuskólann og lýsti því yfir að þetta örugglega ömurlegasta sumar lífsins af því honum fannst þetta svo ömurleg tilhugsun. En svo var þetta algjörlega frábært. Hann fannst gjörsamlega frábært að vera í Vinnuskólanum hérna í Reykjavík og það gerði það verkum að ég var svolítið stoltur af þessu svona reykvíska eða íslenska fyrirbrigði og hef fulla trú á því og þess vegna er sammála því að við höfum að reyna að víkka þetta út frekar upp á við held ég frekar niður á við en svo annar stór þáttur náttúrulega í þessu og hann sá að einn hluti af vandanum sá hvað við höfum ofboðslega löng sumarfrí hérna fyrir þessa krakka. Ég og aðra dóttur sem að byrja í menntaskóla eða byrjuð í menntaskóla og sumarið hálf kvíðvænlegt, hún held ég búin í prófunum 10. maí og síðan bara kemur eitt risastórt ginnungagap í alveg ótrúlega langan tíma og mér finnst að það sé eitthvað þó að þetta sé framhaldsskóli að mér finnst að það til að mynda í þessu samhengi sem við erum að tala núna að það sé líka eitthvað sem að Reykjavík eigi að hafa skoðun á. Skólaborgin Reykjavík. Það eru skólamál unglinganna okkar. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu. Það ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og tel ég bara umræður lokið. Við þurfum að bera tillöguna upp. Forseti vill biðja borgarfulltrúa að stíga inn í borgarstjórnarsal. Við berum upp tillögu 1 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að nemendur 8. bekkinga grunnskóla verði gefinn kostur á sumarstörfum hjá Vinnuskóla Reykjavíkur frá og með júní mánuð 2014. Þeir borgarfulltrúar sem eru sammála þeirri tillögu gefi merki. Einhver á móti? Sittu hjá. Tillagan felld með 9 atkvæðum og 1 hjásetu. Og vilja borgarfulltrúar boða bókun undir þessum lið. Fulltrúar, það er lesin bókun af Bestaflokknum og Samfylkingunni. Biðja þig borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir að koma hingað upp og lesa bókunina undir þessum lið. Einnig vill forseti minna á aðra bókanir undir öðrum dagskrárliðum. Við gerum þetta bara þegar þessu lokið. Undir þessum lið? Fulltrúar Bestaflokksins og Samfylkingarinnar vilja á það benda í bókun. Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 var samþykkt í desember árið 2013. Í henni var ekki gert ráð fyrir útgjaldaauka vegna sumarstarfs fyrir 8. bekk í Vinnuskólanum. Áherslu borgarinnar hafa í auknum mæli verið á atvinnusköpun fyrir 17 ára ungmenni sem falla gjarnan milli skips og bryggju og ástæða til að hafa því áhyggjur. Það yrði því forgangsmál að koma betur til móts við þann aldurshóp áður en aukið fé verður sett til Vinnuskólans. Þá er borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við það að lesa bókun undir þessum fyrsta dagskrárlið. Þá hafa fulltrúar Vinstri grænna og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins einnig boðað bókun undir þessum dagskrárlið. Við förum í 5. mál, tökum fyrir kosningu í borgarráð
Þá er lagt til að Líf Magnúðardóttir taki sæti Þorleifs Gunnlaugssonar